Þá tekur næst til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, birting skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis fagnaðarefni af ýmsum ástæðum. Eflaust hún ekki hafin yfir gagnrýni frekar en önnur mannanna verk, en við höfum ekki að einblína á það núna heldur nýta þetta tækifæri til þess að læra af reynslunni og ég held að flestir flokkar, líklega allir, séu sammála það. Hins vegar var ég fyrir dálitlum vonbrigðum með ræður formanna stjórnarflokkanna hérna áðan, annars vegar undarlega söguskýringu forsætisráðherra og hins vegar ræðu hæstvirts fjármálaráðherra sem bar merki þess að þar færi maður sem talar fyrir flokk sem virðist ætla að byggja pólitíska framtíð sína ekki á því hver hann eða hvað hann ætlar að gera, heldur hver hann ekki og hvað hann ekki gert. Við þurfum að nota tækifærið núna til þess að fara að horfa til framtíðar, en vissulega það rétt að ef menn ætla að horfa til framtíðar og ná árangri til framtíðar, þá þarf að læra af reynslunni og það hafa mikil mistök verið gerð á Íslandi. En það vissum við reyndar fyrir. Við vissum kannski ekki alveg hversu umfangsmikil mistökin hefði verið, en við höfum ekki að láta eins og þetta koma okkur allt saman á óvart. Við verðum þvert á móti að viðurkenna það að margt af þessu var vitað fyrir fram. Stórkostleg óábyrg útþensla bankana og krosseignatengslin. Þetta var skrifað aftur og aftur og varað við þessu aftur og aftur. Þess vegna verðum við að spyrja okkur hvers vegna var ekki brugðist við viðvörunum. Og allir flokkar verða að líta í eigin barm. Líka þeir flokkar sem aðhugðust ekki neitt og ætla núna að byggja fyrst og fremst á því. Og Framsóknarflokkurinn mun svo sannarlega fara yfir sinn hlut í þessu máli. Ég hef reyndar þegar heyrt í nokkrum Framsóknarmönnum sem að tala á þeim nótum að þeim létt yfir niðurstöðunni. En okkur á ekki sérstaklega að vera létt, á engum að vera létt. Við eigum að skoða þetta allt saman í þaula og halda áfram því uppgjöri sem að Framsóknarflokkurinn komin lengst allra flokka með. Engin flokkur í sögu íslenskra stjórnmála hefur farið í eins afdrifarík og afgerandi endurnýjun og það mikilvægt að hafa í huga að sú endurnýjun snerist ekki bara að skipta út mönnum. Hún snerist að skoða stefnuna og viðurkenna það að menn hefðu farið út á sporinu. Viðurkenna það að menn hefðu sveigt of langt til hægri og viðurkenna það að menn þyrftu aftur að ná inn á hinn gullna meðalveg. Einungis þannig komumst við áfram út úr vandræðunum. Og einungis þannig getum við byggt upp til framtíðar. Þetta þurfa íslenskir stjórnmálaflokkar allir að hafa í huga og hugleiða það hvernig hin ýmsu mistök íslenskra fyrirtækja geta líka átt við í stjórnmálunum. Hvernig það ekki hægt að byggja til framtíðar á loftbólum. Hvernig menn þurfa að huga að rökum, raunverulegum staðreyndum, plúsum og mínusum í stað þess að reyna að kaupa ímynd, reyna að endurfjármagna eins lengi eins og hægt í þeirri von að hlutirnir reddist einhvern veginn ef að ímyndin bara skánar. Menn þurfa að líta til staðreynda og ef við förum að gera það í auknum mæli og beita fyrir okkur almennri skynsemi, þá svo sannarlega mikil tækifæri á Íslandi. Því að hvað fór úrskeiðis? Eitt af því sem fór úrskeiðis og nefnt í skýrslunni var það að á þenslutíma þá brást ríkið ekki við með því að draga úr þenslunni. Þetta grundvallaratriði í miðju skynsemishagfræði sem hefur verið þekkt áratugaskeið. Þessu gleymdu menn. En það þýðir hins vegar ekki að menn eigi að bregðast við því með því að sveiflast yfir í hina öfgana. Og núna kreppa. Og hvernig á að bregðast við því samkvæmt þessum sömu kenningum og raunar má segja staðreyndum. Það á ekki að bregðast við því með því að hækka skatta út í þá endanlega með því að draga saman seglin. Nei, nú þurfum við að sýna við höfum lært af reynslunni og getum hort líka á hina hliðina. Nú þurfum við að hefja sókn. Og þessi skýrsla tækifærið til þess að þjóðin geti sameinast það að hefja sóknina og horfa til framtíðar. Við þurfum líka að leita í auknum mæli til sérfræðinga, þeirra sem þekkja til á hverju sviði. Við sjáum að það hefur allt of oft gleymst í íslenskum stjórnmálum og því miður finnst mér menn ennþá vera fastir í því að fela fyrst og fremst traustum flokksmönnum erfið hlutverk frekar en að þora að leita til þeirra sem að munu segja þeim sannleikann. En það ýmsar hættur framundan
enda þó við ætlum að sameinast að læra af reynslunni og bæta að einhverju leyti eins og hægt fyrir mistökin. Hætturnar eru kannski ekki hvað síst hugsanlegar innbyrðis deilur. Því að ef að þjóðin festist í endalausum innbyrðis átökum til framtíðar, þá verður skaðinn af því líklega miklu meiri heldur en af efnahagshruninu sjálfu. Og þess vegna verðum við að nota þetta tækifæri sem nú gefst til þess að hefja sókn saman. Og það er líka ákveðin hætta á því að við sveiflumst úr einum öfgunum yfir í aðra, eða að við verðum hnípin, förum að skammast okkar svo fyrir að vera Íslendingar að úr okkur fær allur kraftur. Þetta er raunveruleg hætta og því miður hafa jafnvel ráðherrar í ríkisstjórninni talað þannig meðal annars á blaðamannafundum erlendis að Íslendingar sem þjóð beri ábyrgð á því hvernig fór, að þetta sé einhvers konar þjóðarskömm. Reyndar er ýmislegt sem íslenska þjóðin getur lært af því sem að hér átti sér stað á undanförnum árum og það verður hver að horfa í eigin barm. En það er algjörlega óásættanlegur málflutningur þegar menn halda því fram að íslenskur almenningur, íslenskir kennarar, sjómenn, hjúkrunarfræðingar beri ábyrgð á því að stórir erlendir áhættu fjárfestar, stórir erlendir bankar töpuðu hér þúsundum milljarða króna. Að halda því fram að íslenskur almenningur beri meiri ábyrgð á því að þessi fyrirtæki veittu peningum hingað, lánum, heldur en starfsmenn þessara banka sem höfðu aðgangað, vel að merkja, aðgangað stórum hluta þeirra upplýsinga sem birtast í þessari skýrslu, voru hámenntaðir doktorar í fjármálaverkfræði og guð má vita hvað, en töldu sig geta grætt á Íslandi og lánuðu hérna peninga til íslensku bankana sem svo notuðu þá því miður ekki til að byggja upp íslenskt samfélag, heldur lánuðu áfram til annarra áhættu fjárfesta sem að veltu peningunum síðan áfram til útlanda. Að halda því fram að íslensk þjóð beri ábyrgð á þessu er algjörlega óásættanlegt. Og við verðum líka að setja hlutina í samhengi. Það reyndar þýðir ekkert að við séum betri en aðrir, en ef við berum stöðuna hér saman við það sem hefur gerst og er ennþá að gerast víða erlendis, til dæmis í City í London eða Wall Street, hvernig er þá sá samanburður? Financial Times fjallar þetta. Þeir benda á að gírun hafi verið gríðarlega mikil hjá íslenskum bönkum, það er að segja óhófleg lántaka, en hún sé hlutfallslega ennþá meiri hjá bandarísku bönkunum og krosseigna-tengslin þar séu alveg gífurleg. Þess vegna eigum við ekki að líta á þetta sem einhvað sér íslenskt vandamál. Þetta er vandamál allan heim, vandamál fjármálakerfis sem að fær ekki staðist. Og þar höfum við Íslendingar tækifæri til að verða fyrirmynd annarra. Og við erum þegar að verða það með þessari skýrslu sem birtist hér í dag, þar sem við, fyrstir þjóða, eins og Financial Times bendir á, fyrstir og einir þjóða höfum tekist á við þennan vanda og viðurkennt að þetta kerfi sem að fjármálakerfi heimsins hefur byggt á undanfarin ár sé ekki sjálfbært, fái ekki staðist og að við ætlum að læra af því. Og þannig segir Financial Times að Íslendingar hafi þó þetta fram yfir allar aðrar þjóðir og ef okkur tekst að læra af mistökunum, þá höfum við hér tækifæri til að byggja upp sjálfbært hagkerfi sem að framleiðir miklu meira en nóg af verðmætum fyrir þessi rúmlega 300.000 manns sem hér búa og byggja á því samfélag sem getur orðið fyrirmynd annarra samfélaga allan heim.